Jæja Bói, þetta hafðist. Já, við getum sagt að þetta hafðist. Þetta var helvíti erfitt og mann leist eiginlega ekkert á Blíkuna hérna í fyrri hálfleik og markið þarna sem við náðum inn rétt fyrir hálfleik var helvíti mikilvægt og ég verð að viðurkenna langt síðan að ég hef verið að fegin að fá hálfleik bara á ævinni eða, já. Við rættum nú saman svona í aðdraganda þessa einvís og þá sagður að þið myndum mæta Íringum bara með fullri virðingu fyrir þeim og manni fannst svona svolítið á leik liðsins í byrjun að þetta væri nú svolítið fyrirfram unnið. Já, það má vel verið að hafa litið þannig út og en það eina sem við innbrúðum á núna í þessari viku, þetta var ekki búið. Við þurftum að ná fyrsta markinu í þessum leik og þá getur þeir kannski mist trúna en ég er bara að viðurkenna það er náttúrulega bara svakalegt hjarta og stolt þarna í Íríngunum. Þeir gefast aldrei upp og maður var aldrei sama allan leikinn. Þeir voru alveg líklega til að komast í 4-2 og kannski 5-10 mínútur eftir og þá hefði þetta verið þvílíkar lokamínútur og bara þvílíkt hrós á Íringana. Þeir gáfust aldrei upp og settu okkur heldur betur upp í vegginn þarna en við náðum að kafa djúpt og við bóknuðum en brotnuðum ekki og náðum að klára þetta. Þú segir mikilvægt mark þannig í lok fyrrahálfleiks hjá Kára og ekki síður kannski þegar Sami svona kemur með seinna marki. Það var mjög þægilegt að fá það. Já, mér fannst við koma vel út í seinni hálfleikinn og þá komu svona flotti spilkaflar og við hefðum getað sett fleiri mörk líka sko. Og markið á Sami vel gert og flott mark og þá fór maður nú að líða strax aðeins betur en maður var aldrei rólur. En það er Laugardalsvöllur næstu helgi og hverju spáir að þú fáir að spila á móti? Sko, það er líklega að vera Afturelding en ef Afturelding mætir eins og við þá gæti nú Fjölnir tekið þetta. Það er bara þannig, það er 2 mörk þar og þeir eru á heimavelli og þeirra besti maður hættulegasti maður sóknarlega í banni. Fór viljandi í bann og það verður bara fróðlegt að fylgjast með því á morgun. Skiptir ykkur máli fyrir ykkur hvort liðið þið fáið? Nei, við þurfum bara að fókusera á okkur eins og sást í dag. Koma rétt stiltir og fara upp, það hlýtur að vera bara eina markmið í sjónmáli. Já, þú fer ekki á Laugardalsvöllinn og ætlar að sætta við eitthvað annað, það verður ekki bara bensinni í botna á næstu laugardag. En hvernig þá með mannskapin? Margir í banni fyrir þennan mikilvæga úrslitaleik? Ég held að sé enginn í banni núna, en það verður örugglega dæmt í þessu hjá Axeli, hann var í banni í dag og við vonumst til að hann fá ekki aukaleik. Það kemur ljós á í hádeginu á þriðjudaginn. Enginn að ávinna sér banni í leiknum í dag? Nei, ef ég tel þetta rétt þá held ég að við höfum sloppið við það. Meira sér Gulli? Meira sér Gulli, hann er komið 8, hann má fá 2 í viðbót. Ég hlakka bara spenntur til næstu helgi og kem til með að fylgjast með ykkur. Já, við bara okkur hlakka til og vonandi fáum við góðan stuðning. Við þurfum að fá 1000+ manns með okkur til að hjálpa okkur í þessu verkefni. Það var nú frábær stuðningurinn hérna í dag. Já, virkilega flottur og við erum þakkláttir fyrir það. Þá bara er það aftur næstu helgi og ég segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.